Komið sæl, ég býð ykkur velkomin á þessu upptöku um kynningu á verkefninu Rekstur sauðfjárbúa 2018-2020. En þetta er verkefni sem hefur raun og verið í gangi frá árinu 2016 þegar fór af stað verkefni til að styrkja gagnagrunn rekstur sauðfjárbúa sem var ekki sterkur á þeim tíma. Síðasta árið var svo gert samkomulag við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, nú matvælaráðuneytið sem gildir út árið 2023 þetta verkefni. Og verkefni byggir raun og á þessu afkomuvöktunarverkefni Ráðgjafarmiðstöðvarinnar síðustu ár. Það þarf að stækka verkefnið samkvæmt þeim samningi og fjölga sauðfjárbúum í verkefninu. Markmiðið er að vera komin í 200 bú með rekstrarárið 2021 og 300 bú með rekstrarárið 2022. Byggja undir meiri þverfaglega ráðgjöf og jafningjafræðslu tengda markmiði verkefnisins ásamt því að þetta er hagtölusöfnun og upplýsingar umgögn varðandi bara rekstur sauðfjárbúa. Á þessari mynd sjáum við bara hvernig gagnasafnið hefur að þróast á undanförnum árum. Þetta voru 44 bú fyrst og svo fjölgaði þeim upp í rúmlega 50 í 60. Síðan var gert átak í fyrra og þá náðum við 100 þátttökubúum og svo núna í þeirri úttekt við erum að vinna núna þá erum við komið 158 þátttökubú í þetta verkefni. Búin voru að framleiða þarna upphafi rétt 7% af heildarframleiðslu dilkakjöts í landinu en núna spannar gagnasafnið framleiðslu á 21% af dilkakjötsframleiðslu í landinu og meðalbúið 500 kindur. Kind í þessu tilviki er í raun og veru fjöldi fullorðinna kinda á veturgamla og það eru engir hrútar inn í þeirri tölu. Og þegar verið að reikna krónur á kíló þá miðast það í raun og alltaf við að það verið að reikna krónur á innlagt kíló dilkakjöts. Búin dreifast bara nokkuð vítt landið. Flest bú eru á Norðurlandi eystra, 38 bú, og fæst á Suðurlandi 12 bú. En það sem við vitum í raun og veru gagnasafnið er að það dreifist á ákveðinn hóp og okkur vantar í raun og veru gögn hérna frá þessum neðsta þriðjungi sem eru í raun og veru þau bú sem hafa minnstar afurðir og hafa hlutfallslega minni opinberar greiðslur einnig. En myndin sýnir í raun og veru opinberar greiðslur á öll bú sem hafa fleiri en 200 kindur út frá gögnum á mælaborðinu og rauðu punktarnir eru þátttökubúin. Við sjáum þetta náttúrulega líka þegar við horfum hér á tölurnar fyrir skýrsluhaldsgögnin að það eru mun meiri afurðir á þátttökubúunum heldur en á búum í skýrsluhaldinu með fleiri en 200 kindur. Það eru meiri afurðir, meiri frjósemi, meiri fallþungi og betur gerð sláturlömb. Þátttakendur fá skýrslu tilbaka á formi sem þessu hérna, það sem í raun og veru í fremsta dálki eru alltaf upplýsingar meðaltöl fyrir viðkomandi bú. Svo kemur meðaltal fyrir bara gagnasafnið í heild sinni. Og síðan kemur meðaltal fyrir landshluta sem búið tilheyrir. Síðan hér meðaltal fyrir þessa þriðjunga, efsta þriðjungin, miðjuna og neðsta þriðjungin. Og þessi þriðjungar þeir eru reiknaðir út frá krónum og kind í framlegð. Þannig að það er ekki alltaf sömu búin eftir árum sem í efsta þriðjungi eða neðsta þriðjungi. Það ræðist af rekstrarniðurstöðu hvers árs. Gögninu líka þannig uppsett að ef viðkomandi aðili fær rauða tölu hérna í fremsta dálki þá þýðir það að gildið á hans búi það að sýna frávik í raun og veru frá meðaltali gagnasafnsins í heild sinni. Niðurstöðurnar eru jafnframt settar þarna upp á myndrænan hátt þannig að í textanum koma í raun og veru fram tölulegar upplýsingar en síðan eru súlurnar þær að sýna hvernig gögnin í raun og veru eru innan gagnasafnsins í heild sinni. Þannig ef súlan er græn þá þýðir að fyrir þennan þátt þá er búið í efsta þriðjungi en ef súlan er rauð þá er búið í neðsta þriðjungi fyrir þennan þátt. Þetta er sett upp í raun og veru fyrir alla lið í verkefninu og hér er mynd sem sýnir raun og veru breytilegan kostnað. Hann var birtur núna bæði sem krónur og kíló og krónur og kind sem nýbreytni frá fyrri árum. Og markmiðið er kannski ekki endilega að það sé alltaf grænar súlur alls staðar fyrir þáttakendur því að stundum þarf að kosta einhverju til þess að hafa afurðirnar í lagi. Og þetta er bara þess að menn geti sett sér markmið það hvert skuli stefna.
Síðan geta alltaf komið upp einhver skyndileg tilvik eða eitthvað sem að hefur áhrif á einstaka kostnaðarlið einstaka ár. Til dæmis bara tekið eins og rekstur búvéla, ef að bílar dráttarvél eða eitthvað slíkt með gríðarlega háan viðgerðarkostnað, þá hefur það náttúrulega mikið útslagsáhrif á þann lið á því ári. Síðan reiknum við í raun og veru þennan framleiðslukostnað fyrir búin og hér bara mynd sem sýnir og rauði punkturinn sýnir bara tiltekið þátttökubú, þannig að viðkomandi fær sjá hvar hann stendur með þáttakendur í heild sinni. Og framleiðslukostnaðurinn hann að dreifast frá rúmum 550 krónum upp í nærri 2500 krónur. Þetta mjög vítt svið en langflestir eru þarna á þessu bili 950 til 1400 krónur. Og þetta raun og allur kostnaður fyrir utan fjármagnslið og afskriftir deilt með fjölda framleiddra kílóa dilkakjöti. Hér síðan mynd sem sýnir raun og framleidd afurðatekna á móti reiknuðum afurðum og hún að dreifast frá mínus 10.000 krónum upp í 10.000 krónum á kind meðal þátttökubúanna. En þarna í raun og veru meðalsterk fylgni á milli sem að segir okkur það að það meira afurðarbúunum, það hefur bein áhrif á framlegð búsins eða framlegð afurðatekna. Hér önnur mynd sem að í raun og veru heildarframlegðin, þarna eru opinberar greiðslur með ásamt afurðatekjunum. Þarna sterkara þarna samhengi. Og framlegðarstigið mjög sambærilegt og þarna á sauðfjárbúum og kúabúum árið 2020 eða 51%. Hér mynd sem að þarna hefur verið birt áður öll árin sem sýnir muninn á efstu neðsta þriðjungi í framlegð og hver hann er. Og hann var minnkaði þegar afurðaverðið féll þarna á árunum 2016, 17 og 18. Hefur síðan farið hægt stígandi aftur og er að aukast aftur og það skiptir miklu máli að búin sem hafa verið að taka þátt hafa bæði verið að kaupa greiðslumark. Greiðslumark hefur sterk áhrif stór áhrifþáttur á framlegðin á búunum. En ekki síður og þá hefur fé verið að fækka þannig að nefnarinn fer minnkandi og þar af leiðandi útkoman heldur hærri þegar þú ert að reikna út þessa stærð. En munurinn þarna 12.780 krónur þýðir að á meðalbúin í þessu verkefni sem tæplega 500 kindur og þá eru 6 milljónum krónum meira og því búið til að greiða laun, fastan kostnað og borga af lánum og seinna viðhaldi á búinu. Hér sjáum við raun og veru þróun lykilstærða í gagnasafninu fyrir árin 2018 til 2020. Og við sjáum í raun og veru að allir kostnaðarliðir eru að hækka. Breytilegur kostnaður hefur farið úr 486 krónum á kíló árið 2018 í 594 krónur á kíló árið 2020. Framlegðin hefur að samaskapi líka aðeins aukist en það vantar enn talsvert upp á við náum því verði sem var árið 2014. Og ef við miðum við að verðið það verið 600 krónur á kíló árið 2014 og horfum eingöngu á vísitölu neysluverðs, þá hefði verðið í árslok 2020 átt að vera 690 krónur á kílóið. En var þess í stað þá rétt rúma 500 krónur fyrir dilkakjöt. Meðaltal þarna 563 krónur að horfa til þess að þetta í raun og veru allar afurðatekjur búsins, bæði dilkakjöt, tekjur af ull, fullorðið eða verið að selja þarna eitthvað líffé eða einhver heimasala á afurðum. En framleiðastigi það er að meðaltali rúm þarna 50% öll árin. Og það er þarna munur á þessu framleiðastigi milli efsta þriðjungs og neðsta þriðjungs. En í heildina þá neikvæð rekstrarniðurstöðu af sauðfjárbúum öll árin. Óháð því hvort það vart í efsta, neðsta eða efsta eða neðsta þriðjungi. Sem að segir okkur það að það verið að borga með allri framleiðslu á dilkakjöti í landinu. Og kannski ekki síður skulum við líka setja í raun og hennar launalið eða laun- og launatengda gjöld í aðeins annað samhengi. Þetta 312 krónur árið 2020 sem þýðir að fyrir meðalbúið í verkefninu þá er þetta mánaðarlaun upp á 250.000 krónur fyrir einn aðila yfir 12 mánaða tímabil.
Og nú bara spurningin hvort að sauðfjárbændur og almenningur í landinu vilji að sauðfjárbændur geti framleitt þessa vöru sem þeir eru að framleiða þannig að það sé þá allavega launagreiðslugeta miðað við lágmarkslaun fyrir einn starfsmann á öllum búum og ársgrundvelli. Og við skulum ekki síður horfa til þess sem ég ætla að kynna fyrir ykkur hérna sem er þessi mynd hérna. Þetta kemur úr skýrslu sem Landbúnaðarháskólinn vann fyrir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið á vorið 2021. Og þarna er vitnað í skýrslu frá Bretlandi þar sem er verið að skoða mismunandi framleiðslukostnað eftir mismunandi framleiðslukerfum. Og þarna er græna súlan í raun og veru bara kostnaðar við framleiðsluna með þarna fjármagnsliðum. Dökkbláa súlan eru afskriftir og ljósbláa súlan er í raun og veru það sem er þarna óreiknuð vinna og er ekki metin þarna eða reiknuð inn í kostnaðið við framleiðsluna. Guli punkturinn er síðan það sem er afkoman og búið er að skila. Þarna höfum við nokkur mismunandi kerfi, gríðarlega stór ástralskt kerfi, franskt kerfi, spænskt kerfi og svo láglandakerfi í Bretlandi eða hálandakerfi. Og ef við reynum að setja niðurstöður eða Landbúnaðarháskólinn gerði úr þessu verkefni inn á þessa mynd, þá erum við einhvers staðar hérna á svipuðum stað og þessi spænska súla hér, þetta spænska kerfi. En hins vegar væri virkilega áhugavert að reyna að leggja mat á þessa óreiknuðu vinnu á íslenskum sauðfjárbúum. Hvert er þetta hlutfall af heildarframleiðslukostnaði hvers bús? Hvað er mikið óreiknuð vinna eða vinnuframlag við framleiðsluna? Við sjáum hér er mynd sem sýnir í raun og veru muninn á eftir framleiðslukostnað eftir stærð búa og heilt yfir er hægt að segja að framleiðslukostnaðurinn hann er náttúrulega lægri að búa með meiri afurðir. En breytileikinn er mikill og það er ekkert bara á þarna stóru búum, litlu búunum sem framleiðslukostnaðurinn er endilega herri, hann er líka á stórum búum. Og megin munurinn kannski í framleiðslukostnaði ef við skoðum þetta eftir bústærðum, hann fer stiglækkandi. Það er að fasti kostnaðurinn er svipaður öllum búum og hann er bara að deilast út á fleiri kíló á stærri búum. Og út frá því sem ég var að segja hérna áðan, út frá óreiknuðu þarna vinnunni, þá held ég að menn verði aðeins að horfa til þess bara hvert það vinnuframlag er og hver samfélagsleg þýðing sauðfjárbúskapar er. Hægt að vitna þar í skýrslu Rannsóknarmiðstöðvar Háskólans á Akureyri frá 2015 að svona mjög rekstrarlega þenkjandi og horfum eingöngu á það, þeir myndu segja að búunum ætti bara að fækka og þau ætti bara að vera stærri. En það þarf líka að taka með af þessum samfélagslegu áhrifum sauðfjárbúskapar og hver áhrifin af því eru. Er vinnuframlag minni búin eitthvað minna í þessari óreiknuðu vinnu sem að enginn reiknar inn í framleiðslu á dilkakjöti. En samhliða vinnunni við úrvinnsluna á þessu verkefni þá var sótt gögn á mælaborð landbúnaðarins með upplýsingum landgreiðslur og þau gögn voru greind aðeins nánar. Þar var hægt að greina eftir fjölda hektara til sláttar, endurræktunar, grænfóðurs og kottræktar. Þó þarf að taka tillit til þess að fjöldi hektara til sláttar og það er bara eingöngu heildarfjöldi hektara sem er sleginn og það er ekki tekið til þess hvort að er slegið einu sinni, tvisvar eða þrisvar. Jafnframt var gerð skoðanakönnun varðandi nýtingu á búfjáráburði og hvernig hann er geymdur og það var 70% svarhlutfall meðal þátttakenda í þeirri könnun. Þessum spurningar voru lagðar fyrir, það er hvernig er búfjáráburður geymdur á þínu búi, hversu stórt hluta túnum sem sleginn er fyrir búfjáráburð hverju ári og hvenær ársins dreifir þú búfjáráburði. Þetta var síðan borið saman við kostnaðarliðinn áburður og sáðvörur í gagnasafninu. Meðaltal gagnanna 2020 var 3.700 krónur á kind og meðaltal þeirra búa sem að svöruðu voru 3.776 krónur á kind. Þannig að þetta er mjög sambærilegt á milli heildargagnsins og þeirra sem svöruðu. Og því er bara strax til að svara að það er ekki munur á áburðarkostnaði með dreifingatíma á áburðar, en það voru náttúrulega langflest búin sem að svöruðu bara því til annaðhvort væri búfjáráburður dreift að vori eða að hausti og kostnaðarliðurinn kom eins út. Það voru of fá bú til þess að væri hægt að reikna marktækt meðaltal fyrir dreifingatíma, sumri eða vetri. Minnir að það verið 1 eða 2 bú sem svöruðu á þann veg. En ef við skoðum bara tegund kjallara þá er áburðarkostnaður hæstur á búum þar sem eru daðhús.
og þar ábyrgðarkostnaðurinn 1.000 krónum hærri heldur en á búum þar sem kjallari. Það ekki mikill munur á því hvort það mokað út með vél eða dælt út. Þannig að þetta vísbending það að búfjáráburður hann nýtist betur þar sem kjallari undir byggingum og hægt að nýta hann með þeim hætti. Síðan ef við skoðum svarið spurningunum hlutfall túna sem fá búfjáráburð, að eftir því sem að stærri hluta túnanna fær búfjáráburð á hverju ári, þá ábyrgðarkostnaðurinn lægri. Þannig að þarna bara samhengi á milli að með bættri nýtingu búfjáráburðar að þá lækkar ábyrgðarkostnaðurinn á hverju búi. Hér síðan mynd sem sýnir raun og uppskorna hektar á kind og þetta eins og ég nefndi hérna áðan, þarna bara verið að horfa á slegna hektara og ekki tekið til þess hvort að túnin slegin einu sinni, tvisvar eða þrisvar. Svona í langflestum tilvikum held ég við séum bara slegin einu sinni. Einhverjum tilvikum eitthvað slegið tvisvar. En munurinn, þetta kannski ekki stóra tölur þarna og það þarf að skoða það aðeins betur í stærri í öðru samhengi sem voru gert hér síðar. Hér önnur mynd sem sýnir raun og hlutfall endurræktunar af heildarræktun búsins í tengslu við ábyrgðarkostnað. Þarna lág fylgni á milli eða 0,22 en sem þýðir engu að síður það að með aukinni endurræktun þá hækkar ábyrgðarkostnaður. En samanber myndina sem var hérna áðan að þá að meðaltali uppskornir 0,09 hektarar á hverja kind. Búin í efsta þriðjungi þau eru að heyja 0,0873 hektara og í neðsta þriðjungi 0,11 hektara. Og ef þetta sett í samhengi við meðalbúið, að sem 500 kinda búið, þá eru þau að heyja 50 hektara. 500 kinda búið í efsta þriðjungi að heyja 44 hektara tæpa. Og 500 kinda búið í neðsta þriðjungi að heyja 54 hektara. Þarna munar 10 hektarum og þetta hefur bein áhrif á fóðurefnarkostnað búanna og atriði sem hann þyrfti að gefa mun betri gaum en gert í dag. Það ekki mikill munur á hlutfalli endurræktunar, það kannski helst vakti athygli að þá mun minni endurræktun á Vesturlandi og Vestfjörðum en í öðrum landshlutum, en mögulega þar einhver áhrif að kali vorið 2020. En svona samantekið þá þyrftu sauðfjárbændur í mun ríkara mæli að nálgast rekstrarbókhald sitt með öðrum hugarfari nú er. Bókhald mikið fært út frá skattalegu sjónarmið og við erum oft kannski að flýta okkur að þessu í tengslu við skiladag og virðisaukaskatti og skiladag og skattframtali í stað að nálgast þetta sem einhvers konar bústjórnartæki. Og menn þurfa kannski að leggja í einhverja forvinnu hvernig þeir vilja flokka bókhaldi og hvað þeir vilja fá út úr því og það má alveg líka þessu við það að þetta bara sambarlegt að færa gott skýrsluhaldið sauðfjárækt. Notagildið alveg það sama þegar kemur að því að skoða rekstrarniðurstöðu. En eins þarf líka að gera þá kröfu fyrir þá sem að kaupa þjónustu við bókhald að gera kröfu á vönduð vinnubrögð. Við sjáum of oft brotalöm í því í einsöndum gögnum. En það eru líka ýmsar leiðir sem að má fara til að bæta reksturinn. Það gerum rekstraráætlanir og það förum eftir þeim, tökum heiðsýni, tökum jarðasýni, það bein áhrif á ábyrgðarkostnað og hvernig þú getur nýtt ábyrgð best, en hefur ekki síður áhrif á það hvort þú þarft einhvert steinefni eða viðbótarfóður með gróffóðrinu, sem getur haft úrslita áhrif á það hvort að frjósemi í lagi eða hvort það fæðist nógu mörg lömb. Síðan þarf líka að skoða hvaða lyf verið að nota, hvaða bóluefni verið að nota, hvaða ormalyf verið að nota, hvenær verið að nota þetta. Þetta getur allt haft áhrif á það hvernig afurðirnar verða á búinu. Og síðast en ekki síst þá þarf að stunda markvissara val á sláturlömbum. Og ég ætla að fara nokkrum orðum við það á nokkrum glærum eftir þessi sýni gögn bara úr skýrsluhaldinu. En það kannski rétt að minna á bara þennan bækling hér sem aðgengilegur á netinu og á enn við í dag. Og þetta bæklingur sem var unnin árið 2018 í samstarfi Landssamtaka sauðfjárbænda og Matís og RML. En varðandi val sláturlamba, hér mynd sem sýnir raun og sambanda á milli sláturaldurs og fallþunga árið 2021. Bláa línan í bakgrunni, hún í raun og veru fjöldi lamba sem slátrað á þessum aldri. Það hversu mörgum lömbum slátrað 100 daga gömlum eða 140 daga gömlum. Þannig að
langflestu lömbum slátrað á aldursbilinu 120 til 150 daga gömlum hér á landi. En ef við skoðum síðan hérna, smá tæknilegt atriði hjá mér, ef við skoðum hérna, hér kom rauður þarna hringur utan 140 til 160 dags. Og hvað það sem að gerast þarna? Fallþunginn hann að vaxa hér upp allan tíman en fellur svo hérna við dag 140. Eru þarna mögulega áhrif af því að þarna menn eigi ekki nógu góða beit heima og lömbin eru komin í aflögn ef allir smala tíma og komast ekki í slátrun á sama tíma. Hérna eru bústjórnaratriði sem að menn geta skoðað og athuga hvort það að hafa áhrif. Þarna eru menn kannski mögulega að skaða sig á einhverju leyti. Það þarf, semst ef þú ætlar að viðhalda lömbum yfir haustið, þá þarftu að eiga góða og próteinríka beit. Hvort þú sem áborin há, áborin nýrækt eða ert að nýta kálbeit. Það bara nauðsynlegt að koma fram yfir 20. september að eiga góða beit til þess að viðhalda gæðunum í beitinni þannig að gripirnir séu að halda í en ekki að leggja af. Því þetta náttúrulega eldfimt umræðuefni, sérstaklega á tímum eins og núna þegar áburðarverð fer hækkandi og fyrir þá sem að ekki ætla að kaupa einhvern auka áburð og þá ætti að hafa virkilega í huga að þegar að beitin fer að falla þá fara gripirnir kannski að leggja og fara að safna fitu. Það hefur bein áhrif á það hvernig gripirnir flokkast og hvað það fær greitt fyrir vöruna. Þar á leiðandi ætti þeir aðilar að reyna að koma miklu stærra hlutfalli af gripunum í slátrun fyrr. Og þetta ekkert einsdæmi. Þetta eins öll þarna árin. Við getum skoðað eldri gagnarsöfn og þetta gerist alltaf á svipuðum tíma að fallþunginn hann fer að falla. Og ef við skoðum mynd erlendis frá, að hér gögn frá Noregi árið 2014, sama samband. Að þarna sjáum við svona miklu meiri lögun á línunum, menn eru miklu stífar að velja eftir þunga þar til slátrunar og sláturtímabilið að vissu leyti líka lengra. En þar líka verið að slátra svolítið mikið eftir ákveðinni þyngd og verðmyndunin hjá afurðastöðvunum líka. Við höfum stundum spurt sem að vinnum hjá ráðgjafarmiðstöðinni og erum að vinna í kynbótastöðvunum sláturhúsin, hvaða vöru viljið þið fá inn og þeir segist bara vilja fá allt. Og það hjálpar ekki voðalega mikið. En það hægt að ná umtalsverðum árangri með því að stunda miklu markaðsverða val á sláturlumbum. Nú finnst maður sjálfsagt verið að segja mönnum að vera auka vinnuna umfram það sem hún þurfa að vera. En menn með það bara spyrja sig á móti, svo vinna þess virði að þá kannski vera að framleiða betri vöru og fá hærra verð fyrir hana. Því að það sem gerist líka að við dag 140 þá gerðin í sláturlömbunum falla. Og þetta kemur allt saman að við vitum að lakari gerð, hún í lægri verðflokki, þannig að bæður lömbin að léttast, gerðin að slakna, þau að falla í verði. Fitan hún fer síðan alltaf vaxandi eftir sem að líður á haustið og mest hérna í lokin, samanber eins og þessa hérna mynd, sem eru þá áhrif af lömbum sem eru bötuð. En nú finnst mörgum náttúrulega líka kannski spurningu að slátra snemma og snemma í september að lömbin þau eru svo lítil og fallþunginn hann verður miklu minni. En þarna það líka hefði huga að kjötprósenta hún miklu hærri fyrir hluta haustsins heldur seinna. Hún náttúrulega bara beint tengd við áhrifin af beitinni. Eftir því sem að hún beitin slaknar að þá fellur kjötprósenta. Hérna getur við bara tekið sem dæmi að lamb sem 40 kíló á mánaðamótin ágúst-september, það myndi vikta 17,5 kíló í sláturhúsi. Sama tíma og þetta 40 kíló lamb myndi vikta í sláturhúsi í byrjun október svona líklega 16,7-16,8 kíló, bara vegna munar í kjötprósentu. Þarna munar 700 grömmum og það safnast þegar saman kemur ef þetta stór hópur lamba á hverju búi. Ég ætla bara svona að endingu að sýna hérna töflu, ég sjálfur sauðfjárbóndi og hér í þessari töflu eru upplýsingar þarna niðurstöður í síðustu slátrun hjá mér haustið 2021. Þetta lömb sem slátrað 14. október. En þau voru á mismunandi beiti aðdraganda slátrunar og í mislangan tíma. Það sem heitir samanburðarhópur þarna
eru þau lömb sem komu síðast heim í seinni leit og á þeim tíma í kringum mánaðamótin fyrstu dagana í október eftir í raun og reti sem gerði þarna í lok september. Þau náðu þarna viku 10 dögum á þessari ábornu háu niðurrækt með þeim lömbum sem voru búin að vera þar flest í 2 til 3, 4 vikur og sum örfá lömb í aðeins lengra en 4 vikur. Þessi lömb eru með ágætis kjötprósentu og þau eru að skerast vel og flokkurinn er með ágætum. Ef við skoðum sér munin þarna eins og lömbunum sem eru á áborinni há og óáborinni há, það er talsverður munur í þarna kjötprósentu, vaxtarhraðin er svo sami, en munurinn hann er kannski hvað skýrastur þegar þú horfir á flokkunina. Það er lakari flokkun í þessum lömbum, fitan er meiri, heldur en í lömbunum sem voru á áborinni háunni. Kemur út á það að hér eru lömbin á miklu próteinríkari beit heldur en lömbin voru hérna. Það voru óáborin há, það var mikil og góð beit, en næringargildið í grassinu var kannski ekki til staðar. Síðan voru hér mismunandi hópar sem voru kálbett og þetta sýnir raun og bara eftir sem lömbin ná lengri tíma á káli, þeim mun þarna meiri vaxtarhraða náði og þú ert að ná betri niðurstöðu eftir bötununa, ef að lömbin ná upp undir 6 vikum á kálbett. Og þarna kálbett, ekki kálbett. Ég segi ég er að gera bara litlu lömbin, þau fara á þetta lömbin sem eru kannski 33-4 kíló og ég er að reyna að stækka þau aðeins til þess að gera þau að betri vöru. En ekki síður er ég að nota kálbett, ég er kannski með rétt rúman hektar á hverju ári og þetta er bara partur af því að endurrækta tónin hjá mér. Til þess síðan að eiga þá betra fóður þegar ég sá grassfræið aftur og þar með vonandi betra fóður fyrir efnar upp á afurðasemina seinna mér. En hér eru síðan 2 myndir af 2 skrokkum og það er alltaf svona umræða það að þetta ræktunarstarf gerir ekki neitt og kjötmatið sé nú bara til trafala og neytandinn veit ekki neitt kjötmatið. Við skulum bara hugsa hvað hefur raun og ræktunarstarfi gert fyrir sauðfjárbændur á síðustu árum. Hver væri staðan raunverulega í sauðfjárrækt í dag ef við værum að framleiða sömu vöru og var framleidd fyrir 25-30 árum? Ég skrokkurinn vinstra megin hérna á skjánum hefur verið bara virkilega vel gerður og góður skrokkur fyrir 20-25 árum síðan. Þannig að skrokkurinn hægra megin er eins og þeir gerast bestir í dag. Og skrokkurinn vinstra megin R2 skrokkurinn er svona það sem er góður skrokkur í dag en er orðin undir meðaltali í dag. Þessu til viðbótar þarf síðan að halda áfram að gera rannsóknir á bragðprófunum sýrustigi, kjöts og seigju og slíku til þess að halda áfram að þróa okkur í þá átt að við séum að framleiða sem besta vöru og hámarka þar með verðið sem við ætlum að fá tilbaka. En til þess þarf að vinna rannsóknir. Það var farið af stað verkefni hér fyrir nokkrum árum sem hefur verið aðeins í hægagangi út af COVID-19, þar sem sláturhúsin hafa verið lokuð síðustu 2 ár. En vonandi tekst að halda því verkefni bara áfram og halda áfram með ræktunarstarfið á þeirri braut og við séum að framleiða sem besta vöru fyrir markaðinn. Og þá hérna bara að lokum að gagnsemi af svona verkefni, við segjum að hún sé ótvíræð fyrir bændur og búgreinina. Og þetta er náttúrulega eina leiðin til að fá aðgengi að rekstrarútölum til úrvinnslu og þeim sem hafa tekið þátt í verkefninu á undanförnum árum, þeim verður seint þakkað. Og þetta verkefni væri ekkert nema með þátttöku þeirra. Það skiptir síðan náttúrulega bara miklu máli að færa gott rekstrarbókhald og hafa allar lykiltölur á hreinu og nálgast í raun og þetta bókhald, rekstrarbókhaldið á hverju búi, bara sambærilegt við skýrsluhaldið í sauðfjárrækt. Við teljum að niðurstöðurnar á þessu verkefni séu nokkuð lýsandi fyrir stöðuna í dag, en með þeim fyrirvara að við okkur vantar gögnin frá kannski lakari búunum að raunkostnaðar liggi líklega eitthvað aðeins hærra. En ekki síður að þessi gögn þau eru mikilvæg í hagsmunabaráttu bænda og svona fljótt á litið að tekna tillit til verðhækkana og aðföngum milli ára, þá þarf afurðaverð haustið 2022 að vera 850 til 890 krónur á hvert kíló dilkakjöts.
bara svo sauðfjárbú séu rekstrarhæf til lengri tíma litið. Ef á ekki verða eitthvað stórfellt hrun í greininni. Þetta er bara atriði sem afurðastöðvarnar verða að taka til sín og hugsa um. Og ekki síður að þarf að koma þessu þá út í verðlagi til neytenda. Það mega allir sem að vera með fleiri en 200 vetrarþóra kindur, þeir geta tekið þátt og að sjálfsögðu skoðum við líka kannski önnur bú ef öll gögn eru til staðar og þau eru nægjanlega greinanleg til þess að uppfylla skerið til að taka þátt í verkefninu. En að því sögðu þá bara þarna læt ég staðar numið hér.